Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég flyt nú skýrslu stefnuræðu skipulagsnefndar. Meginverkefni skipulagsnefndar Akureyrarbæjar eru skipulags- og byggingamál, umhverfisskipulag, lóðaúthlutanir, umferðarmál og landupplýsingakerfi Akureyrar. Skipulagsnefnd hélt 27 fundi á árinu 2008 og afgreiddi 375 mál. Skipulagsstjóri hélt 46 afgreiðslufundi vegna byggingamála og afgreiddi 634 mál. Skipulagsnefnd gerir tillögur til bæjarstjórnar stefnu í skipulags- og byggingamálum og tekur ákvarðanir á grundvelli skipulags- og byggingalaga. Hún hefur eftirlit með stefnumörkun og samþykktum í málaflokknum sem undir hana heyra, hefur frumkvæði að gerð skipulagstillagna og skipulagsskilmála og gerir tillögur til bæjarstjórnar skipulagsáætlanir og breytingar á þeim. Skipulagsstjóri er framkvæmdastjóri skipulagsnefndar sem einnig sér daglega rekstur skipulagsdeildar en það starfa 8 manns. Framkvæmd byggingamála og byggingareftirlits heyrir einnig undir skipulagsdeild. Verkefni í gangi á vinnslustigi eða lokið 2008. Deiliskipulag við Miðholt og Undirhlíð því er lokið. Svæði 3 við Krossanesbraut, Bárufellsreiturinn, það er ysti af 3 sem eru ætlaðir til þéttingar byggðar. Sá reitur er í vinnslu. Skipulagsnefnd fékk hugmyndir að deiluskipulagi frá byggingarsamvinnufélaginu Búmenn en framhald hefur ekki orðið á þeirri vinnu enn sem komið er og ekki líklegt að þetta verkefni muni fara á stað á næstu mánuðum. Glerágata Hvannavallareitur er í vinnslu. Skipulagsnefnd lét vinna drög að deiliskipulagi á reit við Glerágötu vegna hugmynda lóðahafa uppbyggingu. Drögin hafi verið kynnt lóðarhöfum og gert ráð fyrir verslun, þjónustu og íbúðum á Hvannavallareitnum svokallaða. Skipulagsnefnd hefur lagt á það áherslu að uppbygging þarna verði með myndarlegum hætti og hefur þar vísað til mikilvægis staðsetningar fyrir ímynd bæjarins. Íbúðasvæði við Brálund í vinnslu. Deiliskipulag við Brálund er nú fullunnið og er í auglýsingaferli. Það er gert ráð fyrir einni götu, Daggalundir, þar sem verða 16 einbýlishúsalóðir. Miðbær deiliskipulag í vinnslu. Miðbæjarskipulagið hefur í vinslu í nokkuð langan tíma. Starfshópur hefur verið að störfum uppbyggingu í miðbænum. Í honum eiga sæti fulltrúar frá meiri og minni hluta, skipulagsstjóri, Graham Massey og fleiri. Hópnum hefur verið ásamt hópi fagmanna falið að skilgreina leiðir af uppbyggingu miðbæjarins. Drög að deiliskipulagi var kynnt á fundi og sýningu í Amtsbókasafninu fyrir nokkru og var ánægjulegt að sjá hversu mikinn áhuga bæjarbúar höfðu á þeim hugmyndum. Það er samdóma álit þeirra sem bari hafa þessa tillögur augum að þær eru afar vel unnar og metnaðarfullar. Ásýnd bæjarins verður allt önnur og menn binda miklar vonir að framkvæmdir geti hafist fljótlega þrátt fyrir óáran í efnahagsmálum þjóðarinnar. Tillögurnar gera ráð fyrir að hægt verði með góðu móti að áfangaskipta þessu verkefni. Uppbygging sú er til margra ára og það er von þeirra sem vel þekkja til að þessar hugmyndir geti komist í framkvæmd á næstu 2 áratugum eða fyrr ef vel árar. Það hefur lyft þessari hugmynd að mínu mati á enn hærra plan að mjög vel er unnið með gamla Torfnessvæðið og lögð áherslu á að tengja miðbæinn enn betur við sjóinn en nú er. Akureyrarvöllur í vinnslu. Vinnuhópur hefur verið að störfum við mótun framtíðar Akureyrarvallar og nágrennis. Hópurinn hefur kynnt frumdrög að þeim hugmyndum og gera þær ráð fyrir blönduðu svæði íbúða fyrirtækja og útivistar. Meginþema þeirra hugmyndar sem fram hafa komið er útivistargarður sem á að nýtast bæjarbúum til leikja og samkomuhalds framtíð. Ekki liggur fyrir hvenær verkefni fer í formlega deiliskipulagsvinnu en það geti orðið síðar á þessu ári eða ef til við því næsta. Samandregið verkefni á undirbúningsstigi og samkvæmt aðalskipulagi Akureyrar 2005, deiliskipulag við Vestursíðu, svæði 1 og 2 við Krossanesbraut, deiliskipulag við Melgerðisás, svæði við Hlíðabraut, nemendagarðar við Norðurslóð, Klettaborg, 2 einbýlishúsalóðir og deiliskipulag við Viðlund. Allt er þetta inn í meirihluta samningi þéttingu byggðar og í aðalskipulagi. Nauðsynlegt er að vanda mjög til verka við verkefnin þétting byggðar sem oft á tíðum eru viðkvæm mál og kalla á nána samvinnu og samráð við íbúa. Ekki er gert ráð fyrir að mörg þessara verkefna fari í vinnslu á árinu. Þörfin er ekki til staðar og hægt hefur á eftirspurn eins og kunnugt er. Þessi verkefni bíða þeirra stundar sem þörfin eykst. Þó er hafin vinna við deiliskipulag nýrra nemendagarða á háskólasvæðinu og líklegt að tillöga að deiliskipulagi verði auglýst í haust. Hlíðarfjall. Deiliskipulag fyrir skíðasvæði í Hlíðarfjalli er í vinnslu og gert er ráð fyrir að því verði lokið á árinu 2009. Mikilvægt er að það skipulag öðlist gildi sem fyrst þar sem hugmyndir umtalsverða uppbyggingur á Döfin og svæðinu til framtíðar. Gert er ráð fyrir að starfsemi í fjallinu aukist mikið og gert er ráð fyrir að þjónustu frambúð þær verði fjölbreyttara og aðstæða öll færð til nútímalegrar horfs en nú er. Nausthverfi 3. áfangi. Í gangi er deiliskipulagsvinna tillögur að deiliskipulagi 3. áfanga Nausthverfis. Reitir næst sunnan Naustabæjar er í vinnslu nú þegar og er von á tillögum á næstu mánuðum.
Nú þegar fyrst og öðrum áfanga lokið ásamt reit við Krókaranöf og vel flestum lóðum úthlutað. Vinna við deiliskipulagningu á þessum þriðja áfanga var komin vel af stað, en skipulagsnefnd hefur ekki verið að þrýsta þessu verkefni áfram með miklum krafti síðustu vikur í ljósi aðstæðna. Reitir sunnar og vestar bíðar frekari skipulagningar þar til úr rættist. Gera maður ráð fyrir því að Naustahverfi verði fullbyggt á næstu 10 til 15 árum að mínu mati. Það auðvitað þó mjög háð ytri aðstæðum. Nesjahverfi, deiliskipulag Nesjahverfis var endurskoðað 2007, flestum lóðum á svæðinu hefur verið úthlutað og fjölmargar byggingar þegar risið. Deiliskipulag norðan Óðinsnes, það C-hluti Nesjahverfis, á lokastigi. D-hluta svæðisins við Ytra Krossanes þarf að skoða nánar, meðal annars vegna skráðra fornleifa. Öllum lóðum við Sjafnargötu og Grænhóla var úthlutað 2007, en sumum þeirra hefur verið skilað inn vegna núverandi aðstæðna í þjóðfélaginu. Framkvæmdum við gatnagerð og lagnir lokið, en malbyggum götu eftir. Glerárdalur. Tillaga deiliskipulagi vegna aksturs, íþrótta og skotsvæðis á Glerárdal hefur verið staðfest. Svæðunum hefur nú þegar verið úthlutað til aksturs, íþrótta og skotfélaga og má reikna með að framkvæmdir við uppgræðslu og lagfæringar á svæðunum fari í gang á næstunni. Efnistak og efnislosun verður óheimil á svæðinu í þeirri mynd sem hefur verið árabil. Austan Glerárgils síðan hafin landmótun og endurhönnun leiða að útivistarsvæðum, auk þess sem gengið verður frá deiliskipulagi malbikunarstöðvarinnar. Hún fær fjær Glerárgili og svæðin næst gilinu verða grætt upp. Fyrir viku síðan var settur á laggirnar samstarfshópur sem hefur það verkefni að undirbúa deiliskipulagningu Glerárdals í samráði við hagsmunaaðila og áhugahópa. Í því verkefni verður lögð áhersla á samvinnu og samráð og niðurstaðan verður vonandi að Glerárdalur fái verðugan sess sem útivistarperla Akureyrar. Hjólreiðastígar. Skipulagsnefnd hefur nú ákveðið að láta fara fram heildarendurskoðun á göngu- og hjólreiðaskipulagi Akureyrar. Meginniðurstaða þeirrar endurskoðunar á að vera að hjólreiða og göngustígar bæjarins séu raunhæfur kostur í samgöngukerfi bæjarins. Sú vinna nú í fullum gangi og má reikna með því að útfæra tillögur samfelldar göngu- og hjólaleiðir verði kynntar árið 2009. Önnur stærri skipulagsverkefni í vinnslu. Spítalavegur endurskoðun lokið og deiliskipulag á leið í auglýsingu. Áður nefnt Nesjahverfi 7 áfangi að ljúka. Gámasvæði við Rangavelli, því ólokið. Smábátahöfn við Leirur, það Nökkvasvæði sem talað ólokið og í gangi samráðsferli við hagsmunaaðila. Það Nökkva og flugstóðir sem hafa af því nokkrar áhyggjur að það verði aukin starfsemi. En skipulagsnefnd hefur lagt á það áherslu að ná góðri lendingu í því máli. Austursíða Verslun Hagkaupa í vinnslu. Aðskipulag Hríseyjar unnið 2009 og lokið 2010. Það verk hafið. Blöndulína 3, verið að skoða nákvæma legu hennar yfir bæjarlanda Akureyrar. Starfshópur framtíðarskipulag á Oddeyri. Skipulagsnefnd ákvað að setja á laggirnar rýnihóp og verkefni hans var að skoða og skilgreina skipulagslegt ástand á Oddeyri og leggja drög að stefnu til framtíðar fyrir hverfið. Í hópnum eiga sæti fulltrúar frá hverfisnefnd, hafnarstjórn, atvinnurekendum á svæðinu, landfræðingur auk fulltrúar frá skipulagsnefnd. Nefndin hefur starfað nokkuð tíma og hefur þegar mótað sér nokkuð skýra sýn á hin ýmsu mál sem þarna brenna á. Það má upplýsa það hér að hópurinn sammála nauðsyn þess að byggja upp illa nýtt svæði, sérstaklega á neðri hluta Eyrarinnar. Þar horft til nýrrar íbúðabyggðar og þéttari starfsemi. Til lengri tíma litið má reikna með að ásýnd Oddeyrar muni breytast og í stað úr sér gengis atvinnuhúsnæðis rísi nútímaleg og vistvæn byggð í anda svæðisins. Auk þess má gera ráð fyrir að hópurinn skili áhæfverðum tillögum lagfæringar á eldri íbúðarsvæðum á Eyrinni. Umferðarmál hafa líka verið í skoðun hópsins auk hafnarsvæðanna. Gera má ráð fyrir að hópurinn skili af sér til skipulagsnefndar seinni hluta marsmánaðar eða í byrjun apríl. Dalsbraut. Það býður okkar að setja af stað mat á áframhaldandi vinnu í Dalsbraut. Miðhúsabraut komin og reynslan af henni og áhrifum hennar ætti að fara að verða ljós og það var það viðmið sem menn vildu skoða áður en áframhaldi yrði á vinnslu Dalsbrautar og ákvarðanir hvernig hennar og gerð ætti að vera háttað. Þessari vinnu ætti að mínu mati að setja af stað fyrr en síðar. Líklega dugar að hanna þarna viðaminni og hægari gatnatengingu en upphaflegar hugmyndir gerðu ráð fyrir. Aðskipulag Akureyrar 2005 gerir ráð fyrir tengibraut en að mínu mati ætti að breyta í íbúðagötu, til dæmis 30 km götu. Framtíðarsýn, hvað á döfinni? Aðskipulag Akureyrar þarf sífellt að vera í vinnslu. Nú líður að því að kjörtímabili sé að ljúka og þá við hæfi að rýna í aðskipulag og huga breytingum á frekari þróun. Í fyrra benti ég á að landa Akureyrar verði á þrotum og á næstu 15 til 20 árum mun þrengja mjög að möguleikum innan núverandi bæjarmarka. Svæði norðan bæjarins bíða ákvarðana í aðskipulagi, svæði norðan Krossanes neðan Krossanesborga gefa möguleika á skemmtilegri íbúðabyggð með góðri tengingu við sjó, fjörur og náttúru. Þarna rými fyrir nokkur hundruð íbúðir horft til lágreistra strandbyggðar.
Hvað varðar uppbyggingu svæða fyrir atvinnustarfsemi ber að mínu mati að horfa til svæðanna norðan síðuhverfis að lóninu. Hagkaup hefur ákveðið að byggja upp á verslun á Sjafnareitnum og Grænhólsreiturinn er atvinnusvæði. Svæðið er nokkuð stórt og gefur töluverða möguleika á að blanda saman léttri atvinnustarfsemi með íbúðabyggð í nágrenni. En þetta er allt saman framtíðarsöngur og bíður ákvarðana. Þó má ekki bíða með þetta og okkur ber að nota það hlé sem líklega er komið í æsilega uppbyggingu undanfarinna ára. Nú er tækifæri til að horfa til framtíðar og móta stefnum til næstu 20 ára. Hvað bíður handan þess horns er síðan annað mál og reikna má með því að sveitarfélög við Eyjafjörð hafi unnið meira í sameiningarmálum og hagsmunir íbúa þessa svæði hafi komist í sameiginlegri farveg en í dag. Möguleikar Akureyrar og annarra við Eyjafjörð eru með ströndinni til norðurs, þar sem Akureyri hefur þegar eignast nokkrar jarðir, Blómsturvellir, Brávellir og Skjaldarvík eru eigu Akureyrarbæjar og má þess að sumuleyti leikja þessari þróun við það sem varð upp úr aldamótunum 1900 þegar Akureyri eignaðist jarðir á Suðurbrekkunni, Stóra Eyrarland, Kjarna og fleiri. Ef maður leyfir sér að láta hugann reika má sjá fyrir sér samfellda byggð stór Eyjafjarðarkaupstaðar allt norður fyrir landamerki Skjaldarvíkur, en það er ekki mál sem við í bæjarmálum 2009 fjöllum á þessum tímapunkti. Hvað varðar meirihlutasamning Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks höfum við nú lokið flestum þeim málum sem þar eru tilgreind, annaðhvort er þeim lokið að fullu eða þau komin vel af stað. Auk þess eru hér tilgreind ýmis mál sem ekki er getið sérstaklega í samstarfssamningnum en hafa komið til vinnslu þar fyrir utan. Ég vil nota tækifærið og þakka skipulagsstjóra og starfsmönnum skipulagsdeildar frábæra samvinnu undanfarin ár. Auk þess vil ég þakka samstarfsmönnum mín í skipulagsnefnd ánægjulegt samstarf sem engan skugga hefur borið á. Það hefur verið afar mikilvægt hversu samstilltur hópur þetta hefur verið þrátt fyrir mismunandi sýn á einstök mál. Takk fyrir. Þá hyggst Jóhannes Bjarnason flytja einu sínu stuttu snörpu ræðum. Gjörðu svo vel. Já, forseti góða bæjarfulltrúar, þakka forseta þá þörfu áminningu að reyna að vera stuttorður þennan stóra málaflokk. Þakka formanninum fyrir skýrsluna, stefnu, ræðuna. Ég hef nú reyndar haft það alltaf sem eina fyrstu setningunum og mér finnst stefnuræðurnar að vera alltaf meira og meira í skýrslur og ég bæti því við núna. Mér finnst það að vera svolítið meira orðið svona árskýrslur, upptalning, samantekt. Það er gott út af fyrir sig, það er ágætt að halda utan stærstu málaflokkana sem eru í umræðinni og fara yfir það sem gert hefur verið og er í bígerð, það er ágætt. En það vantar kannski svolítið skilmingarnar í þetta, það vantar kannski svolítið pólitísku álitaefnin og svona meiri spekulasjónur hvernig hlutirnir hafa verið og ágreiningur og eru og verða og hugsanlegar skoðanir á þeim. Ég ætla svona að stikla á því stærsta sem hér var nefnt áðan. Hér var fjallað örlítið miðbæinn og það er gríðarlegu breytingar sem fyrirhugaðar eru á miðbæjarsvæðinu. Við erum í raun að, ef við göngum svona eftir ítrustu tillögum, þá erum við að gjörbreyta ásýnd Akureyrarbæjar með breyttum miðbæ. Það má segja með ákveðnum rökum að við séum að kaffara gamla miðbæjan okkar og byggja risastóra nýja miðbæi við hliðina. Ég hef alltaf haft ákveðnar efasemdir þennan mikla byggingamassa á þessu svæði. Það er svo sem ekkert marktækt auðvitað kannski að taka ástandi í dag. Þetta mun eflaust frestast einhver ár þessi uppbygging vegna efnahagsástandsins. Það er náttúrulega eins og þannig að það er ekki mörg fasteignafélög sem eru að leggja í miklar fjárfestingar í þjónustu og verslunarbyggingum. Það er náttúrulega bara eins og allir vita út af því ástandi sem hér hefur myndast og þetta mun eflaust ekkert fara á skrið fyrir en að bankakerfið að fara að starfa eins og við þurfum að sjá það starfa. Það er að segja að fjárhagsleg fyrirgreiðsla sé til staðar bæði fyrir aðila eins og fasteignafélög og einstaklinga sem þarna vilja koma að. Þannig að eflaust mun þessum framkvæmdum seinka. Eins og ég nefndi áðan þá hefur það alltaf verið mín skoðun að mér finnst þessar breytingar vera of miklar. Ég var talsmaður þess lengi framan af þegar þessar hugmyndir voru í undirbúningi og í umræðinni
Ég hefði helst viljað hafa miðbæinn ekkert ósvipaðan og hann er. Ég hefði bara viljað gera hann upp. Hugsanlega hefði mátt fækka þarna gömlum húsum eða laga þau, stækka sum og breyta ásýndinni. En það að stækka bæinn svona mikið og blokkera hann af með þessum nýju stóru byggingum, það er auðvitað gríðarlega mikil breyting á þessari ásýnd og vissulega erum við komið þá inn á hluti eins og smekk og annað. Auðvitað vonast maður til að þetta lukkist vel, en ég hef miklar efasemdir að þessi mikli massi af þjónustu og verslunarhúsnæði sem þarna er fyrirhugaður og ekki síst líka þegar bætist nú við byggingasvæði hér norðan með okkur á Akureyrarvelli og hugsanlega í útfærðri mynd, að þá sé hreinlega bara ekki grundvöllur fyrir öllu þessu byggingamagni. Vonandi er ég á svarsýn. Nú, Akureyrarvöllur. Það eru öll rök sem nefnd voru fyrir að leggja völlin af, þau eru brostin. Þau eru öll með tölu. Það voru nefnd rök eins og þau að þetta væri svo dýrmætt svæði að við hefðum ekki efni á því að hafa þarna íþróttaleikvang, heilsársleikvang, því svæði væri svo dýrmætt. Það hefur komið í ljós núna að svæði er ekki dýrmættari svo að það verður spiluð knattspyrna þarna í það minnsta næstu 3 árin. Auðvitað er það vegna efnahagsástands og seinkunar á svæðinu upp á Káa. En ef að þetta svæði átti nú að vera þessi milljarðapyttur sem var talað, þá held ég að það hefði nú verið í lófa lagið að keyra það áfram til að komast í svæðið. Þetta voru einn stærstu rökin. Vilji íþróttafélagana var gjarnan nefndur í þessu sambandi, en hver var hinn eiginlegi vilji íþróttafélagana í þessu máli? Hvað samþykkti aðalfundur Þórs þetta mál? Hver var vilji félaga í Þór gagnvart þessu máli? Hann var einfaldlega að sá að þeir vildu halda aðalvellinu. Síðan var haldinn annar fundur sem breytti þessari niðurstöðu. Hvernig var afgreiðslan hjá knattspyrnufélagi Akureyrar á þessu máli? Hleyptu þeir hinum almenna félagsmanni eitthvað að þessari afgreiðslu? Svo var ekki. Það var einfaldlega lítill hópur manna sem tók þá afstöðu að þetta skyldi vera þann hátt að byggja út í hverfunum. Og það er ákaflega hæpin rök að nota það sem einn stærstu rökin fyrir þessu, að það hafi verið einlægur vilji íþróttafélagana að fara í þessar framkvæmdir. Ég reikna ekki með í umræðum skipulagsmál að Akureyrarvöllur sem slíkur komi mikið til umræðu. Einfaldlega vegna þess að þegar þessi umræða fer fram á næsta ári, að þá verður völlurinn í svipuðu ástandu hann í núna. Það verður knattspyrnuvöllur áfram, verður það einhver ár og þar lendir liggur þessi umræða niður í einhver tíma. Hins vegar sjá menn það auðvitað betur og betur eftir sem árin líða, að svo fyrra að byggja 2 keppnisvelli með stúku í knattspyrnu í 17 manna bæjarfélagi, hún getur aldrei staðið sem slík. Nú annað sem að rétt er að skjóta hér inn í og auðvitað við kemur skipulagsmálum að hluta og er kannski umhugsunarvert, það er uppbygging ákveðna bæjarfyrirtækja eins og Sundlaugarinnar, þar sem að uppbygging Sundlaugarinnar er í uppnámi vegna byggingar sem þar var klastrað niður, og þó að það sé auðvitað hörmungasaga í tengslum við þessa bankakreppu hvernig fyrir komið þeirri byggingu, og við skulum vona að þar komi inn starfsemi eins fljótt og auðið er, þá hlýtur maður að spyrja sig að því hvaða skipulagsvinna og skipulagsmetnaður það er að haga sig með þessum hætti. Ég ítreka það að ég vona að það allavega færist eitthvað líf í þetta hús sem fyrst. Það er undir öðrum aðlum komið en okkur auðvitað, allavega að sinni. En þetta leiðir svo hugan að hlutum eins og því hvernig við maður hleypa íbúum að ákvörðunartöku í svona málum. Í þessu tiltekna máli voru vel á 2.000 íbúar sem komu þeim skilaboðum til okkar hingað að þeir vildi ekki þessa byggingu, en það var ekki tekið til greina. Nú, hér var nefnt í skýrslunni Glerárdalur. Við fjölluðum hér áðan Malbikunarstöðina og í raun og veru hvernig hún kemur til með
að verða svona hálfgerður blettur á þessu umhverfi ef að það gerir sem við vonum að Glerárdalurinn verði þessi fólkvangur sem að allt stefnir í hún verði. Það eru gríðarlegi möguleikar á notkun Glerárdals sem útivistarsvæðis. Við vitum, eins og ég nefndi hér fyrr í dag, af þeirri starfsemi sem búið að skipuleggja þarna í dalnum, og þá voru ónefndir þessir gríðarlegu útivistarmöguleikar sem að verða ólíkt meira aðlaðandi þegar urðuninni verður hætt. Formaður skipulagsnefndar hefur lengi verið mikill áhugamaður Glerárdal og ég treysti því að hann noti þetta ár sem eftir til þess að ýta á eftir þeim möguleikum sem að felast í því að losna við urðunina. Stígarnir eru örlítið nefndir. Það er ánægjulegt að það er reynt að halda sem mestum dampi í framkvæmdum þar. Það kemur til með að breyta ferðamöguleikum okkar hér innanbæjar og flýta fyrir í raun og veru svona ákveðni breytingu og menningu hvað það varðar þegar möguleikarnir verða fleiri. Einni spurningu vil ég beina til formannsins. Það er lóðina á horninu á Glerárgötu og Tryggvabraut. Þetta er lóðin þar sem við höfum haft svifryksmælin við. Þessi lóð er afskaplega lítið augnayndi í hjarta bæjarins. Það hefur ákveðin aðili sóst eftir að fá að byggja á þessari lóð, verslunarhúsnæði, lágvöruverslun. Það hefur einhverju hluta vegna ekki gengið eftir, sem er auðvitað dapurlegt fyrir bæjarbúa því að auðvitað væri það að góður kostur að fá annað merki í lágvöruverslunum hingað til bæjarins. Ég myndi gjarnan fá að vilja heyra frá formanninum hvar þessi mál eru stödd og hvort að það eru einhverjir samningar í gangi við þessa aðila hugsanlega uppbyggingu á lóðinu og þá líka hvað var þess valdandi að það stoppaði þessi vinna hjá þeim á sínu tíma með þessa lóð. Því að sannarlega var það staðfest að þeir vildu koma þarna uppbyggingu. Odderinn var hér nefnd og ég er alveg sammála þessum texta sem hér er í stefnuræðinni. Það eru gríðarlega mikli möguleikar með Odderina sem íbúðabyggð á neðri hluta Odderar. Þar er auðvitað mikið verkefni framundan við að breyta og rífa hreinlega og breyta ásýnd svæðisins, en möguleikarnir eru miklir. Aðdráttaraflið mikið, þetta er fallegt svæði. Og ég er alveg sammála því sem fram kemur hér í stefnuræðinni og ánægður raun og veru með þennan vinnuhóp sem er að rýna í eyrina og greina í raun og veru það sem aldrei verið gert, greina kannski bæði starfsemina, íbúðabyggðina og möguleikana sem þarna eru til staðar. Einna athyglisverðast fannst mér samt í stefnuræði formanns þessi stutti kafli Dalsbraut. Og nú vil ég gjarnan spurja aðra bæjarfulltrúa meirihlutans hvort þeir séu allsendi sáttur við þennan texta sem hér stendur Dalsbrautina. Nú átti að fara í könnun á því hvernig Miðþjórsárbraut tæki við umferð þarna í hverfinu. Síðan átti að leggjast í einhvers konar rannsóknir hvort að hún annaði umferð, en í þessum texta er í raun og veru sagt að þarna eigi að fara á stað með undirbúning og hönnun á þessari götu. Og held ég nú kannski að það hrófli við ýmsum skotgröfum hér í bæ. Þetta er svona með heitari málum sem ég hef komið nálægt. 2 fundi satt ég með skömmu millibili, annan í Brekkuskóla, hinn í Lundaskóla, þar sem að yfirlýsingarnar voru miklar, stóru orð notuð, fylkingarnar í vígaham, jafnvel hótað borgarastyrjöld í verstu tilfellum, en skoðanirnar ótrúlega ólíkar eftir í ákvörðun fundinum að var staðsettur. Þess vegna komið mjög og óvart þegar ég las þennan texta þegar ég fekk gögnin að þarna í raun og veru er verið að slá því föstu að þessari götu verið fundin þarna staður. Þarna er enda búið að setja hana niður í 30 km götu úr Tengibraut. Nú er það svo að mín skoðun hefur alltaf verið sú að vegna nálægðar við þau mannvirki sem eru í þessu götustæði þá væri óverjandi að fara í þessa framkvæmd.
En það breytir ekki því að það var búið að setla þetta mál með því að kanna áhrif að Miðhúsabraut, finna út hvernig umferðarmynstri hefði breyst og ég hef ekkert heyrt niðurstöðu af þeim rannsóknum ennþá. Þess vegna kemur mjög óvart að sjá þessu í raun og veru slengt þarna fram að þetta skuli vera framtíðarmúsíkin að fara bara í hönnun eða skoðun á framkvæmdum á þessari götu. Nú, framtíðarsýnin og möguleikarnir hér í skipulagsmálum. Ég einnig alveg sammála líkt og með Oddirina, formanni skipulagsnefndar með Krossanes svæði, þar að segja svæði neðan Krossanes borga. Þarna stórkostlegt svæði sem að ég held að verði í framtíðarsýn okkar glæsilegt byggingaland og möguleikarnir eru mjög miklir. Ég vildi satt best að segja að ég væri glaður með þessi skipulagsmál og formaðurinn var hér áðan. Ég það ekki. Auðvitað margt vel unnið og það auðvitað eins og uppbyggingin hefur verið hér í undanfarin ár og getum við tilgreint fjölmörg jákvæð og ánægjuleg atriði í bæ sem hefur verið að vaxa mjög hratt. En það eru því miður allt og mörg stór mál sem að ég ósáttur við hvernig hafa farið. Og þess vegna á ég svolítið erfitt með að deila þessari gleði með formanninu. Ég ítreka það þó að margt hefur jákvætt áunnist, en þeir punktar sem ég nefndi hér áðan í minni ræðu og ég til ekki vera eins og þeir ættu að vera, þeir koma hér eflaust eitthvað til umræðu eftir og umfjöllunar. Kristín Sigfúsdóttir tekur til máls. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka fyrir þessa greinargerð hjá formanni skipulagsnefndar, Jóni Inga Sesarsyni, og það að mörgu leyti merkilegt að sjá hvað hefur þó verið, mörgu hefur verið áorkað, margt hefur verið gert og mörgu hefur verið komið af stað. En svo erum við í þessari ótrúlegu klípu sem við erum í dag. Og ég ætla nú ekki að vera að lengja fundin með því að fjalla nákvæmlega völlinn. Þá tek ég bara undir það sem að bæjarfulltrúi Jóhannes G. Bjarnason fjallaði hér áðan. Ég bíð bara eftir næstu kosningum og þá hægt að taka upp aðalskipulagið aftur og skoða hvað verður gert þar. Og hafi það nú verið skynsamlegt fyrir ári síðan eða svo að segja að hér væri hæfilegt að hafa einn góðan keppnisvöll og góða stóra stúku, þá gæti maður nú ímyndað sér að það myndi nú hljóma enn betur að horfa fram á það á næstu árum. Og það á þessu kjörsvæði sem það hér í miðbænum. En ég ætla ekki að dveila mjög mikið við það að argast út í það sem komið en ég sé það líka að á kynningamyndum og öðru þá síkið sýnt þannig að það eru skemmti bátar eins og eru við Nýhöfnin í Kaupmannahöfn og stóra skútur sýndar ennþá á myndum. Og það auðvitað ekki hægt að vera með þær myndir upp á við. Gott þó að tengja höfnina vel við Torfnesbryggjuna og það auðvitað alveg óhemjulega óheppilegt að þjóðvegur eitt skuli liggja þarna gjörsamlega þvert fram hjá menningarhúsinu, en við auðvitað gerum það besta til að tengja þetta saman. Nú maður horfir upp á það að Naustahverfið, það tekur okkur, ef það reikna með að það verið 10 til 15 ára að verða fullbyggt og við taka það í gagnið, þá nægur tími að skipuleggja hér norðan við ný hverfi og það líka þar sem að þarf að fara þá í að skoða hvaða húsagerð verður æskileg og eftir hverju verður helst óskað. Og það verður alveg eins líka þegar verður búið að taka í gegn hér á Eyrinni. Það afar spennandi kostur að blanda þar saman iðnaðarbyggð og húsabyggð, íbúabyggð. Ég legg á það mikla áherslu að tengja útivistarsvæðin saman og þegar verið að fara í deiliskipulag bæði Hlíðarfjalli og Glerárdal að muna þá og hjólreiðastíga líka að við munum þá eftir Óshólmasvæðinu og við Krossanesborgunum og tökum þetta allt saman í heildarsýn þó við séum að taka smá búta. Og mér þykir við Hlíðarfjall, þá þykir mér afar brýnt
að taka það skipulag rækilega fyrir og hafa ekki mannvirk, hafa ekki einhverja íbúabyggð eða hótelbyggingar eða annað slíkt þar. Ég held að við eigum að halda okkur við að hafa það hér í bænum, bæði út af vatnsverndarsvæðum og nýtingamöguleikum. Og ég miða nú bara við Hlíðarenda, ég vil ekki fara ofar með annað sem að ætti alls ekki sumarhús eða annað slíkt, þetta er ekkert viti. Og frekar ef að þarf að stækka hérna, auðvitað hótelið og gera bílastæði og annað, að ég er ekki samþykk endalausum bílastæðum þar. Ég myndi miklu frekar hafa þá bara ókeypis rútu og láta menn leggja bílunum einhvers staðar á miðri leið eða niður í bæ. Það er ekki endalaust hægt að byggja upp fyrir toppana og allan fjöldan. En auðvitað þarf snyrti aðstáð og annað slíkt alltaf verið í lagi og eftir fylgnin með það líka að við höfum þetta algjörlega þannig að það sé pottþétt, að það sé ekki olíuleki eða annað slíkt sem nokkur staðar getur spillt. En reiðleiðir, hjólreiðastígar, gönguleiðir, það er næstu óendanlegir möguleikar við að skipuleggja í þessu undursamlega útivistarsvæði sem við höfum, sem liggur að skipulagi miðhálendisins og fyrir allar tegundir útivistar og svo er það sjálfur pollurinn líka. Þannig að það er ekkert lítið í húfi. En ég ætla mér ekki að fara í neina smærri einingar af þessu, en ég tek að lokum undir það að ég var afar undrandi að sjá þennan texta um Dalsbrautina. Og ég sé það að það er jú að mati formann skipulagsnefndar, þá hefur hann sett þetta þarna. Það er greinilega eitthvað búið að ræða það að það gæti orðið þarna 30 km gata og íbúðagata og þá er væntanlega þétting byggðar og íbúðagata þarna við eða einhverja lóðir. Skal ég þó ekki segja um það. En ég hef lengi beðið eftir beinum og breiðum hjólreiðastíg þvert í gegnum Naustahverfi og niður á Þingvallarsstræti eða Þórunnarstræti. Takk fyrir. Baldvin Á. Sigurðsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka virðulegum formanni skipulagsnefndar hraðan, skýran og góðan lestur og ágæta skýrslu. Þetta er líklega einhver heitustu mál sem bæjarstjórn Akureyrar fjallar það eru skipulagsmálin, bæði meðal bæjarfulltrúa og bæjarbúa og sitt sýnist hverjum. Ég rak augun í að skipulagsnefnd hefur lagt á það áherslu og uppbygging við Hvannavallareitinn verði með myndarlegum hætti og ég er mjög ánægður með akkurat þessa setningu og vegna þess að brennt barn forðast eldinn og þá lít ég til Glerótorg sem mér þykir afskaplega óaðlaðandi bygging og ég er ánægður með þessa áherslu og ég ítreka að ég vona að við horfum til uppbyggingar á miðbæjarsvæði með sama hætti. Deiluskipulag í vinnslu við miðbæ. Það eru gríðarlega róttækar skipulagsbreytingar sem þar eru gerðar og eiginlega ný ásýnd bæjarins með byggingu meðfram Glerárgötu þó kannski erum við að fela ásýnd bæjarins, finnst mér á köflum. En það eru margar skoðanir á miðbæjarskipulaginu og nýtt miðbæjarskipulag krefst þess að við vöndum okkur sérlega vel og höfum það nokkuð lengi í vinnslu og ég mun nú krefjast þess að við bæjarbúa fáum að kjósa það bara í sennilega í kosningum hvort okkur hugnast það skipulag eða ekki, því að mér finnst þetta það róttækar breytingar á bænum. Hvað Akureyrar varðar, þá eins og bæjarfulltrúi Jóhannes kom inn á áðan, þá voru mikil og sterk rök notuð til að leggja hana af, meðal annars að þetta væri svo gríðarlega dýrt byggingaland.
Ég veit nú ekki til að neinn hafi boðið í þetta eða sýnt í áhuga nema Hagar á sínum tíma. Nú, það var líka notað sem rök að Akureyrarvöllur væri svo lítið notaður að það væri ekki forsvaranlegt að hafa hann hérna áfram. Og þá dettur mann í hug þegar átti að fara að byggja upp rándýra 2 aðra velli, verður þó ekki helmingi minna að gera á þeim í staðinn. En það nú kannski útúrsnúningur hjá mér. Áætlaður kostnaður við uppbygging og Þórssvæði var 368 milljónir og allar efasemdir okkar í minnihlutanum voru fyrir döfum eyrum meirihlutans. Ég óttast nú að kostnaðurinn þar sé að renni 1 milljarð með öllu og þá eigum við eftir annað eins svæði upp hjá Káa. Þannig að það er hættulegt að byggja á þenslutímum. Það hefði verið ágætt að eiga þetta eftir núna, fyrst að svo þurfti að verða. Ég hef áhyggjur af því að við trössum á lengi og það líði og bíði og uppbygging strandlínunar frá Torfunef eða Höfnir sem er í þeirri sjónlínu og á þeirri leið sem flestir ferðamenn bæjarins keyra og ganga og koma við, hvort að við einhvern veginn gætum þrátt fyrir að illa ári hjá okkur reynt að flýta þeirri framkvæmd. Og einnig finnst mér aðkallandi að göngu og hjólreiðastígar svo sem eins og upp í Kjarnaskóg og út af flugvelli, það nú bara stuttur kafli frá Skautahöll að flugvelli sem er eftir, en fleiri hundruð ferðamenn ganga þetta eftir Drottningabrautinni á sumrin í viku hverju og meiri sé á veturnar mæti maður fólki sem dregur á eftir sér ferðatöskur og við verðum eiginlega að klára þann göngustíg. Og nú þegar við höfum sett 25 milljónir í atvinnuskapandi verkefni þá var mér nú litið til þess hvort við getum ekki einhverju leyti nýtt okkur það. Blöndulína 3, eftir sem ég hugsa nú meira blöndulínuna hérna fyrir ofan bæinn, þá er það nú fyrst og síðast, það erum við sem ráðum því hvað þessi lína er og hvernig hún er og mér sýnist á öllu allavega í Skandinavíu, hér í löndunum í kringum okkur, að það er bara liðin tíð að séu loftlínur, þetta er alltaf að setja orðið í jörð. Og ég held að loftlínur séu bara barnsins tíma og við eigum að krefjast þess að þetta fari bara hérna gegnum bæinn í jörðu og helst yfir Eyjafjörðinn, hér sunnan við okkur. Nú, Dalsbrautin, það heita mál, eldfima mál, sem enn er verið að tala um. Er þetta ekki bara, mér sýnist þetta nú vera eins og til var stofnað, að það ætti að athuga reynsluna Miðhúsabraut og gera umferðartalningar og annað til að athuga hvort hún geti tekið við þeirri umferð sem satt föst í Naustahverfi og komst ekki til að dreifast almennilegum bæ. Þannig að ég er nú ekkert óánægður með það. Ég fór daginn út í Krossanes í snjónum og svæðið norðan og neðan Krossanesborgar, það hugsa ég geti orðið bara eitt fallegasta byggingasvæði á Íslandi þegar framleiða stundur og við förum að úthluta lóðum. Ég hef svo sem ekki meira þetta að segja og þakka fyrir mig. Víðir Benediktsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég vil þakka formanni skipulagsnefndar fyrir þessa skýrslu. Ég er sammála mörgu í henni og
öðru ekki. En ég ætla nú ekki að vera langorður. Það búið að segja ýmislegt af því sem ég vildi tjá mig eins og varðandi Akureyrarvöllinn. Nú það sem að brennur heitast á mér kannski er miðbærinn og mér þykir sá sem að skrifar þessa skýrslu taka kannski fullstórt upp í sig þegar hann segir með leyfi forseta: það er samdóma álit þeirra sem hafa barið þessar tillögur augum að þær eru afar vel unnar og metnaðarfullar. Það eru mjög skiptar skoðanir þetta og þetta miðbæjarskipulag, þetta síkismál og svo framvegis. Það er enn verið að vitna í íbúaþing sem var haldið fyrir mörgum árum. Það eru gjörbreyttar aðstæður í þessu þjóðfélagi og ég segi þetta eru allt saman hlutir sem við verðum gjör svo vel að skoða upp á nýtt. Þær tillögur sem að liggja fyrir núna varðandi miðbæjarskipulag finnst mér eðlilegast að þær yrðu lagðar á borði fyrir bæjarbúa og þeim hreinlega leyft að greiða atkvæði sitt það. Ég er á móti þessu eins og þetta er og það hefur svolítið ekki dulist neinum í gegnum tíðina, en ég mun að sjálfsögðu sætta mig við meirihluta bæjarbúa. Ef að það er niðurstaðan í atkvæðagreiðslu sem að bæjarbúa fengju að taka þátt í. Miðbærinn er okkar allra, hann tilheyrir ekki neinu sérstöku hverfi og þetta er mjög eldfimt og þetta er viðkvæmt og þetta er tilfinningalegt og það er ýmislegt sem spilar þarna inn í, en ég skal beygja mig undir meirihluta bæjarbúa, en meðan að ég fæ það ekki fram þá mun ég halda áfram að berjast gegn þessu að þetta veri gert eins og það er. Nú það er ekkert fleira sem að ég ætla að velta fyrir mér þessari skýrslu. Ég gæti haldið áfram hérna í allt kvöld en ég ætla ekki að standa í því. Mínar skoðanir hafa flestar komið fram áður í skipulagsmálum og menn viðtala hverju stendi því og þarf ekki að endurtaka það hér. En ég bara þakka enn og aftur fyrir skýrsluna og hún er vel skýr og læsileg og ekki takt að misskilja neitt í henni, svo að Jón fái nú prikk fyrir það. Herma Jón Tómasson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja að þakka formanni skipulagsnefndar fyrir ágætlega og ágæta skýrslu málaflokkinn og það sem að skipulagsnefnd hefur verið að sýsla við og það sem hún sér fyrir sér sem næstu verkefni. Eins og hér hefur komið fram þá er þetta málaflokkur sem að við tökum og notum mikinn tíma í hér af bæjarstjórnarfundatíma okkar. Að hluta til vegna þess að formið krefst þess, þetta er mál sem okkur ber að taka hér fyrir og afgreiða með ákveðnum formlegum hætti og að hluta til vegna þess að þetta eru mál sem að við höfum margar og mismunandi skoðanir á. Það eru skiptar skoðanir á skipulagsmálum og mismunandi afstaða ræðst engan veginn af flokkspólitík eins og við vitum, heldur miklu frekar af öðrum þáttum. Menn hafa mismunandi skoðanir af því hversu þétt skal byggja, hvar skal byggja, hversu hátt skal byggja og svo framvegis á grundvelli persónulegra ástæðna að hluta til og pólitískra hluta. En þetta hefur komið ágætlega fram hérna í umræðunni líka. Við höfum hér rætt ýmis þau svæði sem hafa verið til umfjöllunar og við höfum tekist á á undanförnum árum. Svæði sem að ýmist hafa síðan farið í skipulagsvinnu og jafnvel eru komin í uppbyggingu og svo svæði sem að eru í einhvers konar undirbúningi. Akureyrarvöllur verið nefndur sem eitt slíkt dæmi, miðbærinn sem annað, Dalsbrautin sem þriðja og svo framvegis. Allt er þetta umræðefni sem við höfum tekið rimmu áður og ég ætla ekki að fara að taka þessar deilur upp. Við erum til dæmis búin að taka margoft og lýsa hér skoðunum okkar varðandi Akureyrarvöll og í mínum huga þó að vissulega hafi ástand breyst og tímaáætlanir breyst þá gilda sömu rök fyrir því hvernig staðið var þar að málum. Í mínum huga gilda sömu rök nú eins og áður. Og vil bara ítreka það að þegar talað eða allavega þegar ég hef notað
dýrmætt svæði í þessu samhengi, þá á ég við dýrmætt fyrir bæjarbúa og legg áherslu á það mikilvægi þess að það nýtist þeim sem best, ekki dýrmætt til þess að selja það einhverjum hæstbjóðanda. Síðan fannst mér svolítið einkennilega þessi umræða sem kom upp varðandi Dalsbrautartextan í ræðu formanns skipulagsnefndar, vegna þess að þar einfaldlega sagt það sem að sagt í meirihlutasamkomulaginu, að nú sé komin tími til þess að fara að skoða með framhaldið. Vissulega lýsir formaðurinn sinni persónulegu skoðun á því hvernig hann sjá þetta framhald fyrir sér, en megin atriðið þó þetta, svo ég bara lesi nú textan, svo allir átti sig á honum, með leyfi forseta. Það býður okkar að setja af stað mat á áframhaldandi vinnu við Dalsbraut. Miðhúsabraut er komin og reynslan af henni og áhrifum hennar ætti að fara að verða ljós, en það var það viðmið sem menn vildu skoða áður en áframhaldið á vinnslu Dalsbrautar og svo framvegis. Nákvæmlega svona sögðum við þetta líka. Ég meina, við settum reynda tímamörk á þetta og við komumst ekki til framkvæmda varðandi miðhúsabrautina fyrir svona cirka ári seinna heldur en gert var ráð fyrir í samkomulagi meirihlutans, en hið eðlilega framhald er einfaldlega að skoða hver verða áhrif á miðhúsabrautinu og hvað ætlum að gera varðandi Dalsbrautina sem jú á aðalskipulagi samkvæmt því. Við, þó við gerum okkur grein fyrir því að þetta er náttúrulega umdeilt og heitt mál og verður það eflaust þegar það verður tekið upp og skoðað, en við verðum enga síður að fara yfir það og taka ákvörðun framhald. Það er okkar verkefni. En þetta mál eins og svo mörg önnur er heitt og umdeilt. Annað mál sem hér er nefndir miðbæjarskipulagið, sem menn hafa mismunandi skoðanir á, hversu mikið á að byggja, hversu hátt á að byggja, hvað á að byggja, á að koma síki eða ekki síki, hvað á að gera við Glerárgrautuna, hvað verður bílastæðin og svo framvegis. Það er búið að fara fram mjög mikil vinna, þar sem menn hafa verið að fara yfir alla þá þættis, allar þær efasemdir sem hafa verið settar fram, og inn í þeim stýrihópi sem að þessu hefur staðið hafa efasemdar menn verið og farið vandlega yfir það sem að þeir hafa haft fram að færa. Niðurstaðan í þessu máli er ákveðin málamiðlun, sjónamiða, málamiðlun sem þeir sem að þessari vinnu komu stað, og hún er náttúrulega núna lögð fram til svona formlegrar athugasemdagerðar, eða fyrst óformlegrar eins og við gerðum með því að fara með málið í kynningu inn í Andbókasafn og óska eftir athugasemdum inn í stýrihópinn. Í framhaldinu fer hinn formlega vinna af stað og það gildir þetta mál eins og önnur skipulagsmál. Við tökum þetta, við ræðum okkur að einhverju niðurstöðu, við tökum ákvörðun, vonandi í sátt við sem flesta, en það verður alltaf einhver ósáttir. Þannig er það flest þessi mál. En og aftur ég þakka formanni skipulagsnefndar fyrir ágæta skýrslu stöðu og störf nefndarinnar og þakka fyrir mig. Orðið er laust 11. tölin. Það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og þá að venju tekur formaður nefndarinnar saman umræðun og svarar þeim fyrirspurnum sem til hans hefur verið beint. Forseti, bæjarfulltrúar, ég þakka góða umræðu. Það hefur verið dregin hér fram nokkur mál sem betur fer og skiptar skoðanir ýmis. Ég er nú kannski ekki alveg sammála Jóhannesi þar sem honum fannst lítið pólitískar spekuleringar. Ég fór nú þarna í nokkur mál sem að í sjálfu sér eru pólitískar spekuleringar, eins og uppbygging ákveðna svæða sem engar ákvarðanir hafa verið teknar Ég fór í pólitískar spekuleringar Dalsbraut og fleira. Þannig að þetta var nú ekki alveg hrein skýrsla, heldur líka örlítil pólitísk spekulering til að kalla fram umræðu það. Miðbærinn hefur verið áberandi í þessari umræðu, eðlilega. Við erum núna með málið í óformlegu athugasemdaferli eftir sýningun á Amtsbókasafninu og það hafa þegar borist mjög margar athugasemdir, ábendingar, leiðbeiningar sem auðvitað fara inn í þessa vinnu stýrihópsins. Mjög margar af þessum athugasemdum eru ákaflega jákvæðar, aðrar ekki, þannig að þetta er bara eins og gerist. Síðan fer málið í vinnslu til endanlegra deiliskipulagsgerðar og þá fer það í formlegt umsagnarferli. Þannig að þetta fær eiginlega tvöfalda umferð hjá bæjarbúum. Þegar ég sagði vel unnar og metnaðarfullar tillögur
þá stend ég alveg við þá fullyrðingu vegna þess að frá því ég kom í þennan málaflokk fyrir 7 árum síðan hef ég aldrei séð eins vel unnar deiliskipulagstillögur eða hugmyndir að deiliskipulagstillögum að öllum öðrum ólöstuðum. Graham Massey og stofa hans í Skotlandi ásamt Alta hafa unnið þetta geysilega vel og allavega þeir arkitektar og sérfræðingar sem hafa skoðað þetta hafa lýst mikill ánægju með þessa vinnu. Oddeyrinn var nefnt hér. Hópurinn sem er að störfum er svona, eins og við segjum, rýnihópur og það hefur verið áhugavert að vinna með þessum hópi og fá þessa nýju sýn á þessu svæði og á þetta svæði og ég í sjálf sér sem þekki Oddeyrina mjög vel gerði mér eiginlega ekki grein fyrir þessum gríðarlegu möguleikum sem þarna eru til uppbyggingar og þetta er auðvitað bara eitt af okkar stóru uppbyggingarsvæðum í öllu landleysinu að byggja upp neðri hluta Oddeyrar auk þess sem við þurfum að skoða fleira þessu tengt. Nú, Akureyrarvöllurinn var hér áberandi í umræðunni. Við sitjum uppi með þessa ákvörðun í aðalskipulagi og skipulagsnefnd og formanni skipulagsnefndar ber að halda þeirri vinnu áfram og nefna þá vinnu þangað til menn ákveða að breyta þeirri ákvörðun. Það er bæjarstjórn sem setur okkur þetta fyrir. Vinnuhópurinn er að störfum, hefur ekki skilað af sér, þannig að við vitum ekki ennþá hvað kemur úr þeim pípum fyrir en þar að kemur. Ég held að flesti séu nú sammála það og geti kannski ekki neita því að nýtingin á þessu svæði í dag er takmarkuð. Hún er mjög lítil. Vellinum er læst hér í lok september og lásinn er tekinn af í maí. Þess á milli er þetta svæði slökkt og dimmt og autt. Ef menn sjá fyrir sér einhverja aðra nýtingu en þá sem að menn er að tala í dag, þá þetta bara kemur það fram í framhaldinu. Sundlaugin var nefnd á byggingi þar. Það mál hefur ekki verið til umfjöllunar hjá skipulagsnefnd síðan 2006 og ég kann ekki að lýsa því hver staða mála er þar. Glerárdalur, malbik, sorphaugar, jarðgerð. Þessum hópi er ætlað að taka Glerárdalinn til skipulagningar eða leggja það til og auðvitað stendur metnaður minni til þess að öll svona starfsemi hverfi úr dalnum. Ég tók albekkunarstöðvar umræðuna hérna áðan og í sjálfsvegar kom það fram hjá flestum að þetta er svona eins og við segjum ásættanlegu millileikur en í fyllingu tímans mun þessi starfsemi hverfa. Það hefur verið samþykkt að framlengja urðunarleyfi sorphaugunum 1 ár í viðbót og þá er lífræni úrgangurinn horfinn úr þeirri urðun þannig að öll ásýnd og yfirbragð haugana mun hverfa eða breytast auk þess sem jarðgerðinni á svæðinu þar neðan við verður hætt. Hvannavallareiturinn hafa spurðist stöðumála þar. Það mál hefur verið í vinnslu nokkuð tíma. Lóðarhafar eru 2. Þetta er óskipt lóð nr. 36 við Glerárgötu. Það er fyrirtæki sem að rekur Krónuna, Láruverslun í Reykjavík sem á hluta og KEA á síðan á móti. Og bæði þessi fyrirtæki sýndu áhuga á uppbyggingu á þessari lóð sem að í sjálfu sér var óskipt þannig að það var ákveðið að fara í deiliskipulagningu á reitnum í heild sinni. Arkitektastofu hér í bæ var falið að skila tillögum í samræmi við aðalskipulag sem gerir ráð fyrir blandaðri byggð, verslunar, þjónustu og íbúða og þær tillögur komu til skipulagsnefndar fyrir nokkru síðan og voru kynntar lóðahöfum og þeir lýstu mikill ánægju með þessar tillögur, fannst þær metnaðarfullar og glæsilegar en hvort þeir hafi síðan áhuga á eða getu til að byggja upp eftir þeim verður bara komið ljós. Þeir eru lóðahafar þarna og sjálfsög það breytir ekkert í en vilji skipulagsnefndar liggur fyrir hvernig uppbyggingunni skuli hátta og það er síðan þeirra ákvörðun hvort þeir vilji taka þátt í þeim dansi. Þetta er auðvitað mjög mikilvægt svæði og svo ég bara orðið það hreint út sagt, menn vildi ekki sjá bárujárnsskemmu á mikilvægasta horni bæjarins, menn vildi fá glæsilegri uppbyggingu á því svæði og eftir því fororðið hefur skipulagsnefnd látið vinna þessa tillögur og þær eru ákaflega glæsilegar og ég reikna með að bæjarfulltrúar geti fengið að sjá þær hjá skipulagsstjóra eða hafa áhuga á. Nú Dalsbraut, það var mér vilja gert að nefna það mál hér vegna þess að Dalsbrautin hverfur ekki þó við þeim. Þetta er ákvörðun sem liggur fyrir í aðalskipulagi og ef við ætlum að breyta þeirri ákvörðun eða gera eitthvað annað þá þarf að ræða málið. Það er búið að þegja Dalsbrautina nokkurn veginn samfleytt í 20 ár rúmlega, sennilega frá 1992. Hún datt út úr aðalskipulaginu nokkra mánuði og datt inn aftur í endurskoðunni 2005.
Spekúleiningarnar hvernig væri hægt að standa að þessari nýju götu á þessu svæði eru fyrst og fremst frá mér persónulega komnar. Ég held að það væri hægt að ná sátt tengingu þarna sem að dugar hverfinu til þess að fyrir því sem upp á vantar, án þess að fara í einhverja tengibrautir eða stórar malbyggsfláka. En þetta skoðað, órætt, en sett fram að minni hálfu til að vekja bæjarfulltrúa til umhugsunar það að þessi ákvörðun býður ykkar handan hornsins. Nú, Kristín nefndi útivist og hjólreiðastígana og tengja vel útivistarsvæðin. Hún getur treyst í að öll útivistarsvæðin eru mjög skilmerkilega mertin á verkefnalista þeirra sem eru að vinna þessar tillögur og það er ætlan skipulagsnefndar að öll útivistarsvæðin, Kjarnaskógur, Krossanesborgir, Ósólmannir, Glerárdalurinn verði tengdir þessu kerfi með mjög markvissum hætti. Meiri sé að í vinnu sem fram í gangi núna varðandi heildarskipulag hérna fyrir Eyjafjarðarsvæðið, þá hafa þeir félagar okkur á Svalbarðsströnd nefnt áhuga á að fá hjólreiðastíga alveg utan frá Svalbarðseyri meðfram þjóðveginum og til Akureyrar. Hvort það verður nú á nótur að koma í ljós, en allavega skynst mér að samgönguráðuneytið hafi orðið heimildi til að setja aura í svona hjólreiðastíga með þjóðvegum landsins. Blöndulína 3, það er mál sem er auðvitað bara á frumstigi. Landsnet hefur lagt fram fyrstu hugmyndir að legu. Við höfum svarað þeim óformlega með annarri hugmynd, en þetta mál er á algjöru frumstigi. Við munum reyna að ná þeirri bestu lausn sem hægt er með ásýnd í huga. Þeir hafna algjörlega þeirri hugmynd að það sé hægt að setja þetta í jörð. Ég verð að treysta þeirra tæknilegu útskýringum með það. Svona línur eru ekki í jörð erlendis og menn þurfa ekki að ferðast lengi íbúðahverfi og borgir Finnlands til að sjá þar hrikalega línur sem liggja þar allar trissur. Þannig að þessi Blöndulína 3 var nú bara smálína með það sem maður sá víða þar. En að öðru leyti, ég held ég hafi náð að drepa hér á flest það sem að nefnt var. Bæjarstjórn Akureyrar hefur haft hálit markmið í skipulagsmálum. Mörg og flest þeirra mála eru komin á góða rekspöl. Við eigum eftir að klára nokkuð mál og ég held að það sé bæjarbúum öllum til mikilla heilla og gæfu að við klárum þessi mál sem flest, komum þessu í farveg og vinnum með framtíð bæjarins í hugum. Takk fyrir. Þá er dagskrá þessa fundar okkar í dag tæmd. Fundargerð verður undirrituð og staðfest hér að loknum fundi og fundi þessum er slitið klukkan 18:17.